Kæru sjálfstæðismenn, þegar við komum hér saman á þessu fyrsta degi desembermánaðar árið 2025 á fullveldisdegi íslensku þjóðarinnar er ekki úr vegi að rifja upp og minna okkur á hvað sjálfstæðið er okkur mikils virði og hvað það hefur reynst okkur vel. Við minnumst þess jafnframt hvernig við höfum nýtt fullveldi okkar í samskiptum við önnur ríki allt frá þeim tíma að íslenska þjóðin öðlaðist formlegt fullveldi á þessum degi árið 1918 og tók síðar yfir fulla stjórn utanríkismála 10. apríl árið 1940. Daginn eftir að Þjóðverjar réðust inn í Danmörku og hernámu landið. Rétt er að rifja upp þessa forsögu í örfáum orðum. Samkvæmt sambandslögunum 1918 sá Danmörk framkvæmd utanríkismála fyrir Íslands hönd, en þó að við höfðu samráði við íslensk stjórnvöld. Þegar Þýskaland réðst inn í Danmörku 9. apríl 1940 rofnaði það fyrirkomulag á einni nóttu. Daginn eftir, 10. apríl 1940, samþykkti Alþingi að Ísland tæki öll utanríkismál í sínar hendur að svo stöddu. Þar til unnt væri að endurskoða sambandið formlega við Danmörku. Þetta reyndist vera fyrsta skrefið í átt að fullkomnu fullveldi þjóðarinnar sem síðar var staðfest með stofnun lýðveldisins 17. júní 1944. Í sem stystu máli fólst í sambandslögunum að Ísland var viðurkennt sem fullvalda ríki með eigin konung, ríkisfang og fullt löggjafar og framkvæmdavald í landinu sjálfu. Var að ræða formlega viðurkenningu Danmörkur og alþjóðasamfélagsins á fullveldi íslensku þjóðarinnar og þetta er stórt og mikilvægt því samkvæmt sambandslögunum hélt Danmörk áfram að annast utanríkismál og varnarmál Íslands, en þó, eins og að framan greinir, að við höfðu samráði við íslensk stjórnvöld. Fyrstu 2 áratugina var Ísland því fullvalda ríki í orði, en fór ekki með fulla framkvæmd eigin utanríkismála í reynd. Raunar var líka ákvæði í sambandslögunum sem kvað á ævarandi hlutleysi, en það reyndist lítils virði þegar á reyndi í heimsstyrjöldinni síðari. Á þessum degi horfum við bæði aftur til sigurs sjálfstæðisbaráttunnar 1. desember 1918 og einnig fram á við, meðvituð þá skyldu sem við berum sem þjóð til að varðveita og efla fullveldi okkar fyrir komandi kynslóðir. Þar skiptir utanríkis- og öryggisstefna Íslands lykilmáli. Sem sjálfstæðismenn getum við með stolti hugsað til fyrri leiðtogaflokksins og þjóðarinnar sem höfðu forystu mörkun og mótun stefnunar, bæði þegar við tókum utanríkismálin að fullu í eigin hendur og einnig þegar stefnan var löguð og formuð í þágu hagsmuna þjóðarinnar eftir kalli tímans hverju sinni. Þar má nefna útfærslu landhelginnar og einnig aðildina að EFTA 1970 og að EES-samningnum 1993. Við megum samt ekki gleyma því að forystumenn annarra flokka áttu einnig góðan hluta máli á ögurstundum. Ég ætla nú að fara nokkrum orðum helstu þætti stefnunar, ekki síst vegna þess að í umræðum Evrópumálin og fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslum aðlögunarviðræður við ESB hefur verið ráðist að Sjálfstæðisflokknum og hann sakaður einangrunarstefnu vegna efasemda stefnu ríkisstjórnarinnar. Slíkar árásir í engu samræmi við veruleikann. Utanríkisstefna Íslands hefur í gegnum tíðina tekið mið af óhagganlegum staðreyndum stöðu landsins. Þar ræður mestu hnattræn staðsetning Íslands í Norður-Atlantshafi á milli Evrópu og Norður-Ameríku, sem hefur jafnan mótað ytri aðstæður landsins, hvort heldur sem var í friði eða á átakatímum. Þá hafa Íslendinga jafnframt aldir búið við djúp og varanleg tengsl við nágrannaríki, öðrum fremur við Noreg og Danmörku og einnig við önnur Evrópuríki, einkum Breta en einnig Frakka, Hollendinga, Þjóðverja og fleiri, vegna verslunar og fiskveiða. Þá hafa samskipti við Breta og síðar Bandaríkin á stríðstímum síðustu aldar verið mótandi fyrir öryggis- og pólitíska stefnu landsins, allt til þessa dags og
ófyrirsjáanlega framtíð. Þessi veruleiki hefur fært landsmönnum heim sannindin að friðsum og herlaus þjóð eins og Íslendingar getur ekki treyst á aðeins eina stoð til að tryggja öryggi sitt og aðra hagsmuni. Við höfum því, vegna utanaðkomandi aðstæðna, en einnig að eigin frumkvæði, komið okkur upp fjölstóða utanríkisstefnu sem sameinar varnir, efnahagslegt og pólitískt samstarf, auk virkrar þátttöku í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi. Og það má með sanni segja að þessi fjölstóða nálgun hefur tryggt öryggi Íslands og verið í stöðugri mótun allt frá stofnun lýðveldisins árið 1944. Utanríkisstefna Íslands hvílir á eftirgreindum 4 meginstoðum sem bæði skynsamleg og nauðsynleg nálgun fyrir ríki sem vill dreifa áhættu sinni, auka pólitískt svigrúm og tryggja öryggi og varnir með fjölbreyttu samstarfi með nágranna sína í austri og vestri. Fyrsta stoðin, tvíhliða samstarfi Bandaríkin, hefur í nærfellt 75 ár verið kjarninn í hernaðarlegu öryggi Íslands. Samningurinn hvílir á skýrri skuldbindingu Bandaríkjanna til að verja Ísland og felur því í sér mun viðtækari skuldbindingu en til dæmis 5. grein Atlantshafssáttmálans. Með honum Bandaríkjunum tryggður aðgangur að hernaðarinnviðum og mannvirkjum hér á landi og hann tekur til sameiginlegs eftirlits á hafsvæðunum í kringum Ísland. Engin evrópsk stoð jafnast á við beina varnartryggingu Bandaríkjanna. Að auki tekur samningurinn til uppbyggingar, reksturs og endurnýjunar ratsjár og öryggiskerfa og hornsteinn öryggisstefnu Íslands. Önnur stoðin, aðildin að NATO, tryggir varnarskuldbindingu allra bandalagsríkja samkvæmt 5. grein Atlantshafssáttmálans, þar sem segir að árás á eitt ríki sé árás á þau öll og veitir Íslandi aðgang að sérfræði þekkingu, netvörnum, greiningu og æfingu. Sáttmálinn gerir Ísland að fullgildum þátttakanda í stærsta öryggiskerfi heims. Þriðja stoðin, EES-samningurinn, tryggir víðtækan markaðsaðgang að innri markaði ESB án þess að Ísland gefi eftir forræði yfir auðlindum og helstu atvinnuvegum sínum. Hann veitir stöðuleika, fyrirsjáanleika og jafnræði í viðskiptum. EES veitir 95% ávinning ESB aðildar án þess að framselja fiskveiði auðlindir eða stjórn á landbúnaði. Fjórða stoðin, norrænt samstarf og aðildin að Sameinuðu þjóðunum, felst í norrænni samvinnu og virkri þátttöku í alþjóðlegu stofnunum, einkum Sameinuðu þjóðunum og öðrum alþjóðastofnunum eins og OECD, WHO og WTO. Norðurlöndin deila með Íslandi sambærilegu verðmætamati, samfélagsgerð og stjórnarháttum. Stoðirnar 4 tryggja að Ísland ekki háð aðeins einni tengingu við umheiminn líkt og raunin var fyrir daga fullkomins fullveldis. Ef ein stoðin veikist, veita hinar öryggi og stöðuleika. Ef áherslu breytast í Bandaríkjunum, Evrópu eða á Norðurlöndum, veita hinar mikilvægan styrk. Og kæru vinir, það einmitt þetta fyrirkomulag sem tryggir fullveldi okkar í reynd, ekki aðeins í orði. Að eiga fleiri en eina stoð besta leiðin til að tryggja að við ráðum áfram sjálfferðinni en lendum ekki aftur í þeirri stöðu sem þjóðin þurfti að þola áður fyrr þegar hún barðist fyrir sjálfstæði sínu. Kæru vinir, með fleiri en einni stoð í utanríkismálum forðum við okkur frá einangrun. Möguleg aðild að ESB fæli á hinn bóginn í sér að ein stoðin fengi yfirburðastöðu og tæki yfir stóra hluta efnahagslegs samstarfs og mögulega varnarmáli líka þegar framlíða stundir. Þá myndi Ísland missa sína sjálfstæðu rödd á alþjóðlega vettvangi. Fulltrúar Íslands yrðu að túlka sameiginlega stefnu mótaða í höfuðstöðum ESB í Brussel en ekki á Alþingi við Austurvöll. Á þessum degi, þegar við minnumst fullveldis Íslands, megum við ekki gleyma því að sjálfstæði og fullveldi verður ekki tryggt með því
að færa valdi frá Alþingi til yfirþjóðlegra stofnana. Í ljósi alls framangreinds eru það mikil öfumæli að saka Sjálfstæðisflokkinn einangrunarstefnu fyrir að vilja ekki setja öll egg þjóðarinnar í utanríkis- og öryggismálum í eina körfu Evrópusambandsins. Flokkurinn mun áfram standa vörð fjölstóða utanríkis- og öryggisstefnu þjóðarinnar, þar á meðal EES-samninginn sem hefur reynst þjóðinni vel í marga áratugi. Þetta er ekki einangrunarstefna því við treystum á margar stoðir og við höfum sjálfstæðar tengingar við fjölmörg lönd, bæði Bandaríkin, Kína og Indland, auk allra hinna. Og við þurfum ekki að reiða okkur á milligöngu ESB í þeim samskiptum. Þetta er ekki einangrunarstefna, heldur traust og skynsamleg leið til að forðast einangrun. Við viljum móta stefnu okkar á íslensku forsendum en viljum ekki lúta erlendri miðstýringu. Og það er einmitt það að móta framtíðina á íslensku forsendum sem fullveldið snýst um. Góðir sjálfstæðismenn, kæru vinir, til hamingju með fullveldisdaginn. Í dag minnumst við þess merka dags árið 1918 Íslendingar urðu frjáls og fullvalda þjóð. Þessi dagur markar ekki aðeins stjórnskipulega breytingu heldur áfangasigur í langri baráttu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þjóðarinnar. Árið 1918 var ár sem reyndi á þrek, þrautseigju og trú landsmanna eins og fá önnur. Spænska veikin geisaði, Katla gaus og frostaveturinn mikli gekk yfir landið. Allan þann tíma bjuggu Íslendingar einnig við efnahagslegt óöryggi og versnandi lífsskilyrði vegna heimsstyrjaldar. Þjóðin var fámenn, fátæk og illa búin til átaka. En hún átti eitt sem skipti öllu máli, óbilandi trú á sjálfu sér. Á sama tíma og heimurinn titraði ákváðu Íslendingar að stíga það skref sem mótað hefur framtíð okkar allar götur síðan, að verða fullvalda þjóð sem ræður sér sjálf. Í dag lifum við í breyttum heimi, en það er ekki fjarstæðu kennt að við skynjum ákveðna hlýðstæðu með milli fullveldis ársins og samtímans. Aftur geisa stríð í Evrópu, við höfum nýlokið heimsfaraldri, eldgosahrinna á Reykjanesi hefur neytt þúsundir Íslendinga til að flýja heimili sitt og mörgum finnst efnahags ástandið minna á nýjan frostavetur. Eins og þá er verkefnið það sama, að standa vörð okkar dýrmæta starf og tryggja bjarta framtíð lands og þjóðar. Þegar svona stendur á, þegar mótlæti og óróleiki mætast, er samfélagi í mestri hættu á að glata því sem einkenndi fullveldisbaráttuna, samstöðu. Á tímum óstöðuleika verður fólk oft móttækilegra fyrir ágreiningi. Við sjáum hvernig umræðan harðnar, hvernig línur verða skarpari og hvernig fólk leita sér einfaldra lausna og töfralausna á flóknum vandamálum. Í slíkri spennu verður nærtækast að snúa sér að nágrannanum, finna sökudólka eða telja sér trú að kerfi eða hópar beri ábyrgð á öllum misgengi. Við verðum þá tilbúnari til að hatast við hvort annað fyrir það eitt að vera ósammála málefni sem fyrir fáeinum mánuðum virtust hvergi nálægt hjartanu. Sumir kenna gjaldmiðlunum allt sem aflaga hefur farið, aðrir benda á nýbúa, en aðrir líta svo á lausnir liggi því að færa ákvörðunarvald frá Íslandi til yfirþjóðlegra stofnana. En þetta eru ekki tímar fyrir einfaldaðar upphrópanir. Þetta eru tímarnir þar sem við eigum að tala saman að yfirvegun, byggja á staðreyndum, vinna gegn öfgum og sameinast þau mál sem raunverulega skipta þjóðina máli. Fullveldi krefst þess að við berum virðingu fyrir ólíkum skoðunum og við leitumst við að skilja hreyfiafl vandamála í stað þess að grípa til kreddukenninga. Nú stendur yfir endurnýjuð umræða mögulega inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Það er mikilvægt að ræða þessi mál af yfirvegun, virðingu og skýrleika, en það er ekki síður mikilvægt að benda á hið augljósa, að aðild að Evrópusambandinu myndi fela í sér framsal á fullveldi. Oft hefur verið haldið fram að aðild að Evrópusambandinu sé lausn á brýnum efnahagsvanda landsins. Þar hefur sérstaklega verið nefnd upptaka evrunnar og lægra vaxtastig.
Það eðlilegt að á tímum efnahagslegs óstöðuleika vakni spurningar gjaldmiðilinn okkar, vaxtastigið og stöðuleikan sem fólk sækist eftir í daglegu lífi. Því hefur verið haldið fram að upptaka evru og innganga í Evrópusambandið færi okkur lægri vexti og meira jafnvægi. Slík rök hljóma vel við fyrstu sýn en þegar betur að gáð sést að þau ná skammt. Staðreyndin sú að efnahagslegt ástand Íslands ekki sprottið af gjaldmiðlinum einum, heldur þeim innlendu þáttum sem eru í ójafnvægi. Verðbólgan sem elur háa vexti á sér djúpar rætur í stefnumótun sem við höfum sjálf mótað. Launahækkunum sem ganga hraðar en framleiðni gefur svigrúm fyrir, húsnæðismarkaði sem hefur verið strandaður af skorti á frambúði og hægum skipulagsferlum og ríkisfjármálum sem hafa ekki alltaf mótast að þeirri varúð og ábyrgð sem smáríki þurfa að temja sér. Það þarf því ekki mikla speki til að sjá að gjaldmiðill annarra þjóða myndi ekki sjálfkrafa leysa þessi vandamál fyrir okkur. Evran mun ekki hraða húsuppbyggingu, ekki draga úr launaþrýstingi og ekki leiðrétta ríkisfjármálin. Og hún gæti reynd dregið úr okkar getu til að bregðast við aðstæðum sem eru sérstakar fyrir okkar samfélag. Með upptöku evru færu við ákvörðunarvald vaxta og peningamál frá Íslandi til stofnana sem varla myndu horfa sérstaklega til Íslands í sínum ákvörðunum. Þar væri þróun efnahagsmála hjá stórum ríkjum í suðurhluta Evrópu fremur ráðandi en sérstaða íslensks atvinnulífs og íslenskra aðstæðna. Þá lykilatriði að átta sig á því að Evrópusambandið sem sumir líta á sem bjargvætt stendur sjálft frammi fyrir miklum áskorunum. Hagkerfi sambandsins hefur mist þrótt sinn, regluverk orðið þunglamalegt og ósveigjanlegt og stórveldi Evrópu hafa tapað áhrifum sínum sem þau einu sinni báru. Það ekki tilviljun að Bretland, eitt af áhrifamestu ríkjum álfunnar, kaus að segja sig úr sambandinu. Þegar við ræðum framtíð fullveldisins verðum við líka að horfast í augu við það hvað aðild að Evrópusambandinu felur raunverulega í sér. Með inngöngu í ESB flytjast áhrif og ákvörðunarvald frá Alþingi til Brussel. Slík aðild ekki samningur viðskipti eða samstarf, hún framsal á yfirráðum yfir þeim grundvallarmálum sem hafa verið í höndum Íslendinga frá því fullveldið var unnið. Grundvallarmálum þar sem hagsmunir Íslands og stærri ríkja í Evrópu fara gjarnan ekki saman. En stefna yrði mótuð út frá þeirra forsendum, ekki okkar. Þegar kemur að aðild að Evrópusambandinu kjarnaspurningin skýr. Ætlum við sem þjóð að færa meiri völd yfir í hendur annarra? Ætlum við að láta stofnanir í Brussel taka ákvarðanir atvinnulíf okkar, fiskveiðar, orkumál, byggðastefnu og innflytjendamál? Viljum við sjá framtíð Íslands ráðna annar staðar en hér á landi? Það að spyrja sig þessara spurninga ekki að vera andvígur Evrópusamstarfi. Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf talað fyrir samstarfi, viðskiptum og góðum tengslum en ávallt á grundvelli fullveldis. Þetta þarf að ræða af ábyrgð og yfirvegun en alltaf með sama mælikvarða að leiðarljósi hvað þjónar hagsmunum Íslendinga best til langs tíma. EES-samningurinn mikilvægasti milliríkjasamningur Íslands. Hann tryggir aðgang að okkar stærsta viðskiptamarkaði án þess að við afsölum okkur yfirráðum yfir lykilmálum þjóðarinnar. Þess vegna ber okkur að standa vörðum hann, verja hann og styrkja stoðir hans. En nýlega ákvörðun Evrópusambandsins að leggja tolla á kísiljárn framleitt á Íslandi og í Noregi minnir okkur þó á að hagsmunir Íslands fá ekki sjálfkrafa hljómgrunn í Brussel. Þessi ákvörðun ekki aðeins ósanngjörn, hún gróft brot á EES-samningnum. Hún sýnir svart á hvítu að jafnvel gagnvart sínum nánustu samstarfsríkjum setur sambandið eigin hagsmuni ofar og í þessi tilviki virðir að vettu í reglur sem eiga að tryggja fyrirsjáanlegt og sanngjarnt viðskiptaumhverfi. Þetta áminning það að hagsmunir Íslands munu aldrei vega þyngst í ákvörðunum teknum í Brussel og litlar líkur á því að hagsmunir okkar verði virtir þegar ennþá stærri hagsmunir undir. Og þegar forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins þarf að taka sérstaklega fram að ákvörðunin sé ekki fordæmisgefandi, þá það nákvæmlega vegna þess að allar ákvarðanir eru fordæmisgefandi. En þótt ákvörðun ESB sé svívirðileg, þá verðum við engu að síður að bregðast við af ábyrgð. Við megum ekki svara með aðgerðum sem skaða fyrst og fremst íslenska hagsmuni eða grafa undan þeim ávinningi sem EES-samningurinn hefur fært okkur. Við eigum að standa fast gegn brotunum en gera það af yfirvegun í krafti fullveldis okkar og með því að verja það sem okkur þjónar best.
Sjálfstæðisflokkurinn hafði forgöngu að festa íslenskt fullveldi í sessi, fyrst með því að standa að efnahagslegri uppbyggingu í skjóli sjálfstæðis og svo með því að leiða þjóðina til lýðveldis. Kjarninn í stefnu flokksins var og enn að Íslendingar eigi að ráða sér sjálfir og að frelsi sé ekki bara orð, heldur ábyrgð sem við þurfum að axla á hverjum degi. Við erum og við eigum að vera Evrópuþjóð í fullu samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir, en það samstarf verður að byggja á jöfnum grundvelli og gagnkvæmri virðingu fyrir fullveldi ríkja. Við eigum að vera í alþjóðasamstarfi, en ekki í sambandi þar sem við verðum að lúta yfir þjóðlegu valdi. Við eigum að vera hluti af Evrópu, en ekki undir Evrópusambandinu. Kæru félagar, fullveldið er ekki bara dagsetning í sögubók. Fullveldið er ekki einu sinni unnið og svo lokið. Það er lifandi ábyrgð sem endurnýjast með hverri kynslóð. Það felur í sér skyldu til að gæta eigin auðlinda, menningar og sjálfsákvörðunarréttar. Þetta er grundvöllur þess að lítil þjóð geti dafnað í heimi þar sem stórríki og yfirþjóðlegar stofnanir leitast sífellt við að auka áhrif sín. Við stöndum á tímum sem kalla á styrk og ábyrgð. Þessar áskoranir eru ekki ólíkar þeim sem forfeður okkar stóðu frammi fyrir á samskonar óvissu tímum. Þeir svöruðu með kjarki, samstöðu og trú á íslenska þjóð og við eigum að gera slíkt hið sama. Við eigum að standa vörð fullveldið, við eigum að tryggja framtíð íslenskrar tungu, menningar og sjálfsákvörðunarréttar. Við eigum að verja auðlindir okkar, fiskinn, orkuna og landið sjálft. Við eigum að standa saman sem sjálfstæðisflokkur og sem þjóð. Það er aðeins með því að tala saman, treysta hvert öðru og fylgja liðum okkar heitustu hugsjónir að við getum haldið áfram að vera flokkur sem leiðir en ekki eldir. Kæru vinir, fullveldi Íslands er okkar ábyrgð, okkar réttur og okkar framtíð. Til hamingju með fullveldisdaginn. Thank you.